Þarfir eru drifkraftur breytinga í samfélögum heimsins. Maðurinn hefur líkamlegar þarfir, þörf fyrir öryggi og viðurkenningu, en einnig þörf fyrir þekkingu, sjálfstæði og sköpun. Með aukinni hnattvæðingu og nýtingu óafturkræfra hráefna verða samfélög sífellt háðari hvert öðru. Mengun í einni heimsálfu er mál allra jarðarbúa, sem og sjálfbær notkun hráefna eða nýting náttúruauðlinda. Geta okkar til lausna á stórum og aðkallandi áskorunum er háð þekkingu samfélagsins og innviðum þess, leiðandi öflum í stjórnun fyrirtækja og stofnana, starfsháttum í stjórnsýslu og vilja stjórnmálamanna. Það er löngu orðið þekkt að leiðtogar í viðskiptum hafi ekki síst horft til samborgara sinna, velferðar þeirra og lífsgæða við innleiðingu nýjungu á markaði eða í vinnuumhverfi fyrirtækja sinna. Þar hefur hagnaður oft þurft að víkja fyrir þeirri hugmynd fyrirtækjanna að láta gott af sér leiða. Samfélagsleg nýsköpun er af þessum toga. Mikilvægi samfélagslegrar nýsköpunar er ekki síst til komin vegna nýrra áskorana á sviði umhverfismála, náttúruverndar, heilbrigðismála og jafnræðis, svo fátt eitt sé nefnt. Samfélagsleg nýsköpun nær til allra sviða samfélagsins. Tökum nokkuð dæmi. Hönnun. Einn af grundvallarþáttum í hönnun í dag er fullnýting og endurnýting vara og hráefna. Tækni. Með framþróun í til dæmis ör- og upplýsingatækni skapast veruleg tækifæri til þróunar á snjöllum lausnum sem auka lífsgæði samfélagsins. Frumkvöðlar. Sprottin eru upp hugtök eins og samfélagslegir frumkvöðlar og fyrirtæki sem hafa það meginmarkmiði að vinna að samfélagslegum lausnum þar sem hagnaðarmarkmiðið til staðar en í öðru sæti. Stjórnun. Nýjungar á sviði stjórnunar hafa gjörbreytt fyrirtækjarekstri undanfarin ár. Í dag eru gæðastjórnun og mannauðsstjórnun orðin eðlilegur hluti af rekstri fyrirtækja. Samfélagsleg ábyrgð þarf líka að vera sjálfsagður hlutur í rekstri fyrirtækja. Þriðji geirinn. Það eru til fjöldi samtaka sem vinna eingöngu með samfélagsleg markmið að leiðarljósi. Samfélagið í heild nýtur góðs af starfi þessara stofnana og samtaka. Samfélagsleg nýsköpun er mikilvæg samfélaginu vegna þess að með henni þá þjónum við betur þörfum samfélagsins með aðferðum og leiðum sem við jafnvel þekkjum ekki í dag. Í fyrirtækjarekstri skiptir öllu máli að fyrirtæki hafi skýr markmið og framtíðarsýn. Og jafnframt mjög mikilvægt að allt starfsfólk deili þeirri framtíðarsýn. Ef fyrirtæki miðar að því að gera heiminn á einhvern hátt betri en hann hefur verið, að þá er líklegt að fyrirtæki geti náð enn betri árangur. Mér finnst samfélagsleg nýsköpun mikilvæg að því hún gefur einstaklingum tækifæri til að hafa áhrif á samfélag sitt og þroska það betur. Hver og einn einstaklingur getur tekið af skarið og ætti að hafa jákvæð áhrif á sitt umhverfi. Í hinu hraða samfélagi nútímans, þar sem tæknindur gærdagsins er oftar en ekki úrelt í dag, er það sérlega mikilvægt að menn láti ekki sitt eftir líka í samfélagslegri nýsköpun og tryggir þannig hagsæld þeirra sem byggja landi hverju sinni. Samfélagsleg nýsköpun gengur út á það að hrinda hugmyndum og áformum í framkvæmd sem uppfylla samfélagslegar þarfir af ýmsu tagi. Þarfir sem leiða til velfarnaðar og bættra lífskjara í samfélaginu. Samfélagsleg nýsköpun skiptir máli. Því þó hann sé stór, þá er hann samt óskaplega lítill og brothættur þessi heimur sem við byggjum.